Góðan daginn, kæru nemendur. Núna ætlum við aðeins að fjalla breytur í þessum fyrirlestri. Breytur, eða variables á ensku, notum við til þess að geyma gögn sem notandinn annaðhvort slær inn eða frumstillir í byrjun. Þessar breytur eru líka mismunandi tagi, til dæmis eins og við sjáum hérna int, doppul eða string. Og þetta þýðir að þá geymum við mismunandi gögn eftir því hvað tag breytan er með. Þetta oft þvælist þetta svolítið fyrir manni í byrjun, en svo leiðum maður bara búin að æfa sig aðeins, þá er þetta ekkert mál. Int gagnatagið sem er hérna, útskýrt þetta líka aðeins hérna fyrir ofan og svo er þetta náttúrulega útskýrt líka í glærupakkanum. Int geymir alltaf heila tölu. Þannig að við vitum að við erum að vinna með heila tölu, þá notum við int gagnatagið sem er hér. Fyrir aftan, þar sem sjáast undir heiltala, það er það heitið sem við gefum breytunni. Og svo kemur samasemmerkið sem kallast gildistökuvirki. En þarna erum við að gefa þá breytunni eða geyma 0 í breytunni heiltala. Þannig að núna er breytan heiltala koma með gildi 0. Til dæmis, ef ég myndi nú skrifa þetta hérna út, ég útskýri það örugglega pottþétt betur á eftir, bara til að sýna ykkur. Breytan heiltala er með gildið og svo setjum ég hérna semkomu. En nú vil ég birta þarna út það sem er í breytunni heiltala, gildið. Þannig ég gerir plús og skrifa síðan heiltala. Heiltala. Og sjáu þið, hún kemur með aðstoðan og segir mér að þessi breyta sér til. Og sjáu þið, núna er ég búin að bæta inn í textan innihaldi breytunar heiltala. Svo seti ég bremsuna mína svo að við sjáum eitthvað því ég keyri þetta upp. Ég geti líka gert readline, það er það sama. Og svo ýti ég hérna á F5. Þið sjá samt líka, ef við byrjum hérna að ýta á F5, þá kemur hérna, breytan heiltala er með gildið, svo kemur 0. En þetta er einmitt sama gildið og er hérna. Ég ætla nú að gera hérna bil, svo þetta sé ekki svona klest. Nú dettur mér í hug að breyta þessi 10. Nú er ég búin að gefa breytunni heiltala gildi 10. Ýtu á F5. Hvað gerist þá? Jú, sjáu þið. Þá kemur hérna 10. Þannig þið sjáuð annarkvort að þarna er þetta eitthvað sem notandinn eða forritarinn ákveður að gildi sé. Og nú skulum við gera svona fyrir hinar tvær. Ég ákvaða að slá aðeins inn textan og ýta á pása með hann svo við myndum ekki þurfa að horfa með pikkaðan inn. En hérna er ég búin að bæta inn 2 línum. Breytan kommutala er með gildið og þá sjáu þið að ég setti hérna 12.5. Þannig að núna er breytan kommutalan sem er á taginu doppul sem geymir kommutölur með gildið 12.5. Keyri þetta upp og þá sjáu þið 12.5. Og ef ég breyti þessu í 105.55, keyri þetta upp, þá sjáu þið að gildið í þessari breytu er orðið 105.55. Þetta er gildið sem er þá geymt í minninu.
og í breytunni kommutala sem af taginu double. Svo sjáu hérna í neðstu línu, þá ekki neitt. Breytan texti með gildið og ekki neitt. Það að við frumstilt hana hérna á 0 sem þá tómt og þess vegna birtist ekkit út hérna. Nú ákvað ég að breyta þess og segja hérna og nú gleymdi ég að slökkva á kistlunni, þannig að ég segi OK og annarkvort getur maður lokað allt á glugganum með að íta hérna á X eða íta hérna á þennan rauða fyrirhyrning segi ég, afsakið. Nú ætla ég að gefa hérna þessu hérna gildi bara texti, nafni mitt. Ég ætla að gefa þess breytunni texti, innihaldið þá nafni mitt. Og nú keyri ég þetta aftur upp, íti hérna eða á F5 og þá sjáu þið að nú komið þá nafni mitt hérna. Þá þessi breyta texti sem á taginu string til sem geymir bara texta eða strengi með gildi Guðrún Randalín Lárusdóttir. Og ef ég breyti þessu eitthvað, þá breytist úttakið líka. Því að hún fer í minnið á tölvunni og athugar hvað stendur í þessari breytu. Sem og í þessum tilfellum það breytan heiltala, kommutala og texti. Svo getum við líka sett þetta allt saman. Console write line, þetta skrifa línu. Allt í einni línu. Þá ger ég hérna heiltala. Ger hérna bil á milli, svo það sé ekki hérna allt í einni klessu. Svo ger ég hérna, finn ég kommutala, plus. Þá sjáu þið hérna, nú ég að skeyta saman mörgum breytum og texta. Þannig að pröfum nú að keyra þetta upp. Og hvað gerist? Jú, sjáu þið, allt í einni línu. Fyrst það innihaldið í breytunni heiltala, svo það innihaldið í breytunni kommutala og svo það innihaldið í breytunni texti. Og við skulum bara pröfa svona að lokum að breyta þessu í 200, 1 og bara fyrsta nafni mitt. Og þið sjáu líka hér að strengur þarf að vera inn á milli gæsalappa en ekki tölurnar. Og sjáu þið, þá breytist allt saman. Og núna þakka ég fyrir mig í dag og í næsta tíma sýni ykkur hvernig við lesum inn gildi frá notanda. Takk fyrir.